Garðyrkjufræðingurinn Gunnhildur Ása Sigurðardóttir rekur ásamt eiginmanni sínum Geir Sigurðssyni gróðrastöðina Glitbrá í Sandgerði og blómastofuna Glitbrá í miðbæ Reykjanesbæjar. Á góðviðrisdögum þegar mest að gera hafa komið hátt í 1000 viðskiptavinir og gestir bæði af Suðurnesjum og af höfuðborgarsvæðinu. Þegar Gunnhildur byrjaði að rækta fyrir tæpum 30 árum hafði hún háleitar hugmyndir. Ég flutti frá Noregi 89 og byrjaði þá að leika mér hérna fyrir utan með ræktuna því ég ætlaði að bjarga öllum skaganum. Ég ætlaði að græða upp algjörlega Reykjanesi bara. Svo var það orðið svo dýrt hobby að ég fór að selja og svo bara vatt þetta utan um sig, smátt og smátt. Og hvað er þetta orðið stórt núna? Hvað er þetta að rækta á mörgum fermetrum í dag? Ég er með 2 hektara land, en ég er ekki að rækta á því öllu. Og undir plasti og gleri er ég með 900 fermetra. Þetta er bara sýnishorn á gróðurstöð sem ég er með, bara pínulítil. En alveg nógu stór, mikil vinna. Hvernig er svona eins og til dæmis yfir veturinn? Hvað er það að bralla hérna þá? Við erum búin að ganga frá fyrir veturinn bara í enda nóvember eitthvað svoleiðis og svo byrjum við að sá strax í janúar. Þannig ég er í fríi hér í desember og þá er bara brjálæði að gera í búðinni. Gróðrastöðin er svo eina sinna tegundar á Suðurnesjum og því eru sólríkir dagar oft annasamir. Það eru náttúrulega Suðurnesjamenn mjög duglegir að koma, Grindvíkingar, alveg skemmtilegustu konarnir mínir. Og svo kemur fólk helling úr Reykjavík líka, Finnst alveg jafn gaman að koma hingað eins og að fara til Hveragerðis. Það er alltaf að aukast meir og meir að fólk koma úr Reykjavík. Gróðrastöðin er við Stafnisveg í Sandgerði aðeins nokkrum tugum metra frá ströndinni svo það getur orðið ansi hvastar yfir vetratíman. En hvernig er svo að vera með gróðrastöð í rokinu? Það er náttúrulega bara bilun í einu orði sagt, Þetta er nú ekki burðug bygging og það getur orðið ansi hvasst hérna og margar andvökunætur á veturnar. Húsið er þó búið að standa í 14 ár og þau hjónin fara bara út yfir vetratíman og skiptum þau gler sem brotna. En hvernig trjámælir Gunnhildur með að fólk gróðursetja á Suðurnesjum? Það er ýmislegt til, en það þarf alltaf að byrja á því að gera skjólið og þá þarf að nota einhverja sterkar plöntur og það er mjög gott að nota einhverja víðitegundir, jörfavíðir eða blendingana, brekkvíði og viðju eins og grásteinavíðirinn og þollásvíðirinn. Og svo hefur komið mjög vel út fjallarifsið og misspillin. En það er samt ekki alveg kannski saman, þeir virðast þola seltuna ágætlega. Og svo er náttúrulega reyniviðurinn og öspin, keisaröspin langsterkust, það kemur mjög sjaldan kal eða einhver leiðindi í hana. Og birkið, íslenska sérstaklega emblan. Og svo þegar þú komið skjólið, þá getur þú farið að leika þér. Þá er hægt að gera allt mögulegt inn í garðinum. Er þá hægt að setja upp kirsuberja, tré og gullregn? Já. Fjallagullregnið, þetta sem blómstrar á 17. til 20. ári, það er mjög sterk planta. Og hún þolir ýmislegt, Garðagullregnið sem blómstrar fyrir er viðkvæmara en þrífst mjög vel í skjólgóðum görðum. Og svo er rifsið, ég má eiginlega ekki gleyma rifsinu og hansarósina, því að það eru eiginlega sterkustu plöntur sem hægt er að fá. Hansarósin, hún þolir rosalega mikið og vill helst ekki láta hugsa mikið um sig og berjarifsið er alveg rosalega góða plöntur og sterkar. Gunnhildur mælir með því að fólk blandi saman nokkrum tegundum á trjám í beð og skjólbelti því alltaf geti komið upp sjúkdómar í einni tegund líkt og gerðist með gljávíðin og hreggstaðavíðin á sínum tíma þegar uppkom riðsveppur sem ekki var ráðið við. Og hvað er vinsælt núna í sumar? Það er svolítið skrítið, það er alltaf vinsælast það sem er að blómstra í það skiptið. Til dæmis núna eru kirsuberja, ávaxtatré og allt svona mjög vinsælt af því að það er að blómstra.
Eftir hálfa mánuð verður geislasópurinn vinsalastur af því þá bara hann verður eitt gult blómahaf. Þá vilja allir koma að kaupa geislasóp. Svo þegar kvistirnir og topparnir og það byrja að blómstra þá verður það vinsælt. Þegar rósirnar fara að blómstra þá allir í rósunum. Þetta skiptir svolítið yfir sumarið. Stjúpa og hádegisblóm eru svo alltaf vinsælustu sumarblómin. Nú hlýtur veðurfarið að skipta svolítið máli hérna í starfseminni. Hvaða tilfinningu hefur þið fyrir næsta sumri? Ég er alveg viss að þetta verður glimrandi sumar sem við erum að fá. Ég einhvern veginn hef það mjög sterkt á tilfinningunni að við fáum gott sumar í sumar. Það er smá hret núna eða leiðindi og svo þegar það er búið þá fáum við sumarið. Já, þú ert ekki bara með gróðrastöð hérna, þú ert með búðir það ekki í Keflavík? Jú, ég er með blómastofuna Glitbrá sem er blómagjafavöruverslun á Hafnargötu 25. Og ræktarðu blómin sem eru þar til sölu? Ég rækta náttúrulega sumarblómin sem eru þar til sölu. Svo er ég að rækta eitthvað svona aðeins svona meðlæti. Svona þetta græna og statiku og eitthvað svona smáttiri. Og er að gera mig vonir að geta rækta meira fyrir búðina. Og hvernig gengur? Er alltaf nóg að gera? Já, það gengur alveg vonum framan. Það er rosalega mikið að gera og búið að vera alveg svakalega mikið að gera í búðinni.